Blöðruhálskirtill líffæri sem aðeins í körlum. Hann staðsettur neðst í grindarholinu fyrir neðan þvagblöðruna og umlykur þvagrásina og hann hefur það hlutverk að framleiða vökva fyrir sáðfrumunnar að synda í. Krabbamein eru illkynja sjúkdómur þar sem að frumur fjölga sér stjórnlaust, stundum hægt, stundum hratt og geta að lokum breiðst út líkamann. Krabbamein í blöðruhálskirtli eru oft hægt vaxandi, jafnvel í dvala, svo árum skiptir og þá án þess að valda einkennum eða þurfa meðferðar við. Stundum þetta þó illvígur sjúkdómur þar sem að frumunum fjölgar hratt, geta farið að vaxa út fyrir kirtilinn og hætta að virða landamæri gagnvart öðrum líffærum. Þau geta líka farið að breiðast þá út líkamann og valda einkennum og jafnvel dregið fólk til dauða. Góðkynjastækkun í blöðruhálskirtli ofvöxtur þar sem að frumur fjölga sér og stækka. Góðkynjastækkun mjög algeng hjá eldri mönnum en munurinn á góðkynjastækkun og krabbameini í blöðruhálskirtli sá að í góðkynjastækkun þá virðir sjúkdómurinn umhverfi sitt, hann dreifist ekki út til annarra líffæra heldur eingöngu bundinn við kirtilinn. PSA skammstöfun á enska heitinu Prostate Specific Antigen sem mætti þýða sem mótefnisvaki sértækur fyrir blöðruhálskirtil. Þetta efni eingöngu framleitt í blöðruhálskirtlinum. Það í miklu magni í sæðisvökva og hefur þar ákveðnu hlutverki að gegna. Þetta efni getur endurspeglað almennt ástand blöðruhálskirtilsins. Það getur hækkað af ýmsum ástæðum, svo sem við bólgur eða sýkingar í kirtlinum. Það hækkar að jafnaði með aldri og ef það kemur góðkynjastækkun í kirtilinn, en það getur sömuleiðis hækkað við illkynja sjúkdóma á borð við krabbamein í blöðruhálskirtli. Ástæðan fyrir því að ekki skima fyrir blöðruhálskirtilskrabbamein hjá körlum á Íslandi eða löndunum í kringum okkur, líkt og gert með brjóstakrabbamein hjá konum, vegna þess að jafnvel þó að rannsóknir hafi sýnt fram á að það sé hægt að fækka dauðsföllum vegna blöðruhálskirtilskrabbameins, að þá fórnarkostnaðurinn of mikill. Við greinum of marga karlmenn með krabbamein á byrjunarstigum sem að líklegast þyrftu ekki meðhöndlun og þessir einstaklingar fá þá meðhöndlun að óþörfu með þeim fórnarkostnaði sem því fylgir, aukaverkunum og fylgikvillum. Það aukin áhætta á blöðruhálskirtilskrabbameini hjá karlmönnum sem eiga nákomna ættingja með blöðruhálskirtilskrabbamein. Ef að karlmaður á bróður sem hefur greinst með blöðruhálskirtilskrabbamein, þá áhættan það bil tvöföld á að hann sjálfur greinist með krabbamein í blöðruhálskirtli. Ef að hann á bróður og föður sem hefur greinst með krabbamein í blöðruhálskirtli, þá áhættan ennþá meiri. Ef að annaðhvort bróðir eða faðir hafa greinst með blöðruhálskirtilskrabbamein ungir, að þá áhættan meir en tíföld. Það líklegast það bil 50% áhætta því að viðkomandi muni greinast sjálfur með krabbamein í blöðruhálskirtli á ævinni. Helstu einkenni blöðruhálskirtilskrabbameins eru lúmsk því að meðan að sjúkdómurinn staðbundinn í blöðruhálskirtlinum þá hann oftast nær einkennalaus. Eftir því sem að sjúkdómurinn stækkar í kirtlinum getur hann þó valdið einkennum frá þvagfærum eins og þvagtregðu eða þvagteppu og blóði í þvagi. En það þó ekki fyrir að sjúkdómurinn dreifir sér frá blöðruhálskirtlinum út í líkamann að hann fer að valda alvarlegum einkennum eins og verkjum í skrokk, fyrst og fremst í beinum, rygg, slappleika og vanlíðan. Eiga karlmenn á ákveðnum aldri að láta mæla hjá sér PSA eða koma í athugun og láta leita
blöðruhálskirtilskrabbameini. Blöðruhálskirtilskrabbamein er sjaldgæft hjá karlmönnum yngri en 50. Þar af leiðandi mælum við ekki með því að karlmenn yngri en 50 sé að láta athuga eða skima fyrir þessu krabbameini nema sérstök einkenni liggja til staðar eða það sé sterk saga slíkt krabbamein í fjölskyldunni. Karlmenn sem eru 50 eða eldri, ef að þeir hafa áhuga eða vilja láta athuga hvort þeir séu með krabbamein í blöðruhálskirtli, að þá hvet ég þá til þess að leita til síns læknis, heimilislæknis eða þvagfæraskurðlæknis og fá upplýsingar hvað það þýðir að láta athuga með blöðruhálskirtilskrabbamein og þeirra læknir mun síðan fræða þá sjúkdóminn og leiða þá í gegnum viðeigandi rannsóknir ef að þörf er á. Greining á krabbameini í blöðruhálskirtli fer oftast þannig fram að það er þreifað með endaþarmsþreifingu, kirtillinn sem sagt, og leitað eftir hnút eða herslið einhverju öðru sem getur bent til þess að krabbamein sé til staðar. Einnig er tekið blóðpróf, svo kallað PSA blóðpróf, en hækkun á því blóðprófi getur gefið grunum að krabbamein sé í kirtlinum. Ef að grunur vaknar við þessar rannsóknir, þá er sjúklingurinn sendur áfram til þvagfæraskurðlæknis sem tekur vefjasýni úr kirtlinum. Það er gert í staðdeyfingu með ómstýrðri ástungu á blöðruhálskirtil. Það eru tekin 10 til 12 vefjasýni úr kirtlinum og þau senda áfram til meinafræðings sem gerir þá smásjárskoðun og leitar eftir meininu. Horfur karlmanna með nýgreint blöðruhálskirtilskrabbamein eru almennt mjög góðar, en það eru ákaflega mismunandi eftir því að hvað stigi sjúkdómurinn er við greiningu. Og það sem skiptir þá mestu máli er hversu dreifður sjúkdómurinn er í sjálfum kirtlinum, hversu mikill vöxturinn er í sjálfum blöðruhálskirtlinum, en eins hvort að sjúkdómurinn hafi náð að dreifa sér til annarra líffæra eða eitla. Flestir sjúklingar sem betur fer læknast eftir greiningu og það kemur að því að þeir eru oftast með staðbundinn sjúkdóm þegar við greinum þá. En jafnvel þeir sem eru með dreifðan sjúkdóm strax við greiningu geta vænst þess að eiga góð ár og þetta er að miklu leyti að þakka að það eru komin fjölmörg ný lyf á síðustu árum sem hafa lengt og bætt horfur þessara sjúklinga. Meðferð við blöðruhálskirtilskrabbameini byggist fyrst og fremst á því á hvaða stigi sjúkdómurinn er við greiningu. Meðferðin er yfirleitt ákvörðun sem er tekin í samráði krabbameinslækna, þvagfæraskurðlækna og sjúklingsins sjálfs og þar koma inn einnig þættir eins og almennt heilsufar sjúklings. Meðferðin er ákaflega mismunandi, hún getur verið allt frá því að hreinlega gera ekki neitt aktíft inngrip, heldur eingöngu að fylgjast með sjúklingnum og síðan að grípa inn í ef að sjúkdómsmyndin breytist. Og þetta á við þá sem eru með allra vægastan sjúkdómsgreiningu. En af þeim sem fá meðferð fá flestir í dag aðgerð þar sem að blöðruhálskirtillinn er fjarlægður með kviðsjártækni með aðstoð þjarkans. Fjölmargir fá einnig geislameðferð við staðbundnum sjúkdómi sem getur verið annaðhvort innri eða ytri geislun. Ef sjúkdómurinn er dreifður við greiningu, það er að segja hefur náð að dreifast til annarra líffæra en blöðruhálskirtilsins, er hægt að halda sjúkdómnum í skefjum oftast töluvert skeið með hormónahvarfsmeðferð. Og á síðustu árum hafa orðið gríðarlega framfarir og mörg ný lyf komið fram sem að hægt er að beita þegar að sjúkdómurinn hættur að svara hormónahvarfsmeðferð. Og þetta hefur bætt mánuðum og oft árum við líf sjúklinga sem eru svo óheppnir að greinast með dreifðan sjúkdóm. Þeir sem eru með einkenni geta sjálfsögðu leitað á heilsugæslustöðvar til síns heimilislæknis
og láti gera þar fyrstu skoðun. Heimilislæknir vísar þá yfirleitt áfram á þvagfæraskurðlækni ef að hann grunar að krabbamein geti verið að ræða í blöðruhálskirtli. Sjúklingum eða karlmönnum sjálfsögðu einnig frjálst að leita beint til þvagfæraskurðlækna ef að svo ber undir.